hæ, þeir eru að fara dett í pinguna sko, það mjög mikilvægt að like og follow en stærstu bitarnir í þessum þætti í lokin koma aftast sko. Það er létti djús aftast sem við glemdum því miður glemdum í byrjunni, hlustuði fram til loka svakalegt það er einhver þáttur sem við vitum að þið hlusti á alla þætti til enda en það er einhver þá þessi akkurat skráðu ykkur svo á hérna póstlista á pingjunni pingjumballalagi pingjum.is, takk, bless til hamingju menn það held ég það er pingjan ársreikninga þáttur númer hvað ætlum við séum komnir í númer hvað ég geti kannski fletti upp örugglega en ég ætla ekki að gera það rugglast nei láti það bara liggja milli hluta núna varstu búin að heyra hvað er að nýjast í þessu eða nei ekki heldur nei það var ekkert bara nei ekki nýtt í þessu það er ekkert nýtt í þessu nei heyrðu það er þáttur framöndan það geti verið aðeins svo mikið fyrir okkur sko. Þetta geti orðið eitthvað eins og skáldið sagði Forlagið Legend Þetta er Legend in the Game Ég held það sko þau stærstu það allan að samkvæmt síðunni á það sé nú ekkert sérstaklega langa sögu þó einhver myndi halda annað sko stofnað 2007 Er það samt ekki Er það ekki eitthvað bull eða? Einhver sögufölsun? Já, er þetta ekki bara sögufölsun? Fá einhvern sagfræðing til að fara yfir það? Sko, þetta er náttúrulega eitt stærsta útgáfa fyrirtæki landsins. Gefur hérna út bækur undir merkjum JPVAF, Máls og menningar, Vöku Helgafells, OK bóka og Iðunar. Þetta er náttúrulega eldgömmul félög sem við erum að nefna hérna. Vaka Helgafell og Iðun, það eru, þú veist, legends in the game, sko. Já. Er þetta ekki eitthvað svona samkurl af legendary bókasölum, bókaútgáfum? Má ekki halda því fram? Jó, í raun, sko. Þetta er einhvers konar þak. Já. En herðu, svo náttúrulega auðvitað áður en að lengra er haldið verðu við að minna á póstlistan okkar núna. Já. Það er pingjubandalagið inn á pingjan.is. Sömulegis Facebook-hópin okkar Deep Into Pingjan. Það er merkilega við pingjan.is núna. Hún er komið með nýtt lúk. Já. Hún er í vinnslu eins og staðan núna. Já. Fyrir ykkur sem eru að hlusta, þá getið þið samt bara farið þarna inn og skoða. Þarna verða einhverjir gagnabankar það sem við erum búin að vera að gera í fréttabréfunum. Já, þetta er þannig efni úr fréttabréfunu fá að lifa á vefnum. Já, það er pælingin, sko. Yes. Svo er aldrei að vita nema að það verði eitthvað meira gert við þetta. Já. Já, þetta er svona, hún hefur hlotið smá makeover. Já. Var nú ekki neitt sérlega vönduð til að byrja með. Hún gerði alveg sitt, ég var ekki að kalla eftir. Ég var mjög ánægður með hana. Hún var bara single page, hún var einföld. Já, bara postlista, sign up. Já. Æja, nú erum við að fara í smá skölun. Já. Sem er vel. En Jómfrúin, Yngvi. Já, heyrðu, ég er með, sko, bara til að breyta aðeins upp á þessu. Já. Bara, þú mætir, reynda að taka hálfa. Þegar þú ert að fara í fyrst skipti á Jómfrúna. Já, einmitt. Það er margir hræddir, það er bara vel með eina snittu. Já. Nei, reynda að taka hálfa. Já. En ég ætla aðeins að brjóta upp með Jómfrúin í dag. Út af því við erum að fara inn í bókaþátt. Við erum að leiðin inn í bókasíson. Einmitt. Það er spurning dagsins í bóði Jómfrúnar. Okay. Ég er hérna með lista yfir 25 mest seldu bækur allra tíma. Okay. Og það er einfallega spurningin. Hver er mest selda bók allra tíma? Og ég ætla að gefa þér hint. Jáhá. 500 million copies sold. Það er biblían. Sko, ég hefði giskað á biblíuna sjálfur, sem er ekki þessum lista. Ok. Þetta er eitthvað annað. Já, það er svona eins og að sé án þess að eitthvað hvar var ég með heimildina fyrir þessu? Ég er með þetta hérna, best books, best selling. En það lítur út fyrir þetta sé sko það var einhver ítölsk skáldsögur. Þú ert ekkert langt frá því. 1600 og eitthvað. Þú ert ekki langt frá því? Ég man ekki hvað hún heitir. Er það Don? Er Don eitthvað? Don Quixote? Já, nei, ég man ekki. Er það hún? Hún, samkvæmt þessu lista. Já, einmitt. Svo er hérna Tale of Two Cities eftir Dickens. Já. Í öðru. Einmitt. 200 miljón. Og Lord of the Rings í þriðja. Er það? Já. Svakalegt. Potterinn í fjórða. Já. En það var nú flestir að hugsa Don Quixote, hvað með Harry Potterinn? Já. Þá er hérna annar listi yfir mest seldu bókaserjur. Já, ef þú myndir kombæna þær allar, þá væri það helviti ofalega allan. Já, Potterinn er á topnum.
svo eitthvað sem heitir The Goosebump Series, Perry Mason, Berenstein Bears. Þetta svolítið... Já, skemmtilegt, þú allt í boði Jómfrúnar í dag. Já. Þetta ótrúlegt. Já. Við þökkum Jómfrúnar sjálfsögðu kærlega fyrir þetta og svo viljum við sjálfsögðu minna á hlaðborðin út... Já, það náttúrulega ennþá hægt að ná hlaðborðin út nóvember. Þú þarf bara að vera segur. Já. Segur í þessu. Segði það. Og frjór. Ég segi það. En svo það sjálfsögðu þriðjudagur í dag, það Dominos. Já. Við vitum öll að þriðjudagar eru bestið þess fallnir að fá sér Dominos. Já, og fyrir þá sem eru búin að belgja sig út af ostóber. Já. Það var gott að fara bara aftur í basic. Ég segi það. Aftur í heimahagana. Já, bara pepperoni veislu, sleppa ost. Nei, já, eða bara pepperoni, rjómaostur og kjúklingur á þriðjudagstilboðinu. Já. Svo það. En við þökkum þeim, Jómfrúnu og Dominos að sjálfsögðu, kærlega fyrir. Svo ég aðeins að níðast á Ása. Já. Ég er alltaf með einhverja krukkur í ískapnum heima að matla eitthvað. Já. Og að nýjasta hjá mér er að ég er að blanda saman hunang og hvítlauk. Já. Og láta það gerjast saman. Ok, og hvað kemur út úr því? Bara gerjaðu hvítlaukur í hunangi og ég vel alltaf svona eitt fórnarlamb sem ég deil öllu ferlinu með og það er Ása Dominos. Hann hefur ekki svarað mér núna í 2 vikur en hann fær fullt af myndböndum af þessu ferli. Það nú gott. Þetta verður örugglega mjög gott. En heyrði, það líka í boði Dominos. Já, en eins og ég segi, fyrirtæki dagsins er Forlagið og það var eflaust allir lesið bók sem að sem úr framleiðslu Forlagsins, segir maður það ekki? Já. Þetta þau eru líka með korta útgáfu og ég veit ekki hvað og hvað. Þetta eru 159 titlar á ári, bara bækur á öllu tægi og af öllum stærðum og gerðum, á ýmsum tungumálum, þannig að þau eru nokkuð virk, 150 titlar. Þetta kallar á, hér er batteri í kringum þetta. Sko. Þetta er þetta ekki stærsti einstakengandi? Ég ætla ekki að fakta það. Ég ætla að fakta það. Það kæmir ekki óvart ef að þau væru að velta hvað mestu. Já, þau eru að velta mestu, en ég myndi líka eiginlega leyfa mér að fakta það. Höldum samt skúmnum með okkur. Já, skúmurinn. Þau eru með flesta höfundarétta undir sínum herrum. Já, einmitt. Sem fylgir örugglega bara veltunni og fjölda titla. Já, nákvæmlega. Svo eru þau líka með réttindastofu sem að, þú veist, selur útgáfurétt af þá íslenskum bókum til útlanda. Já, ég sá það. Já. Og þetta er bara hellingsbatteri en sko, myndið þú kalla þau forlag eða bókasala? Forlag, þau eru forlag. Þau eru bókaforlag. Svo er það einmitt það. Já, bókaforlag. Þau eru náttúrulega að selja bækur auðvitað líka. Akkurat. Og þú ert með einhvern punkt. Sko, á ég að taka bara smá... Taktu svona, segðu mér, hvað er forlagið? Sko, ég fór ekki mjög djúpt ég er ekki með neitt við forlagið. En ég meina spurningu fyrir sem að ég var spurður sjálfur þegar ég var að undirbúa mig fyrir hann þátt. Já. Og það var bóndi á austan sem sagði, Yngvi, veistu hver er munurinn á rababara og bókasala? Já, gat nú verið að vera rababara inn í þessu. Já. Hvað er það? Segðu mér. Rababaran er súr þegar þú bítur í hann. Já, en bókin þá beisk eða? Bókasalinn er ekki súr þegar þú býtur í hann. Já. Og það er bara varist að býta í bókasala. Já. Því fáið það margfalt tilbaka. Já. En rababarinn, hann er súr, svo er þetta sultan og gera eitthvað gott. Það er þetta að gera ýmislegt gott við hann, við höfum nú lært það hérna. Já. Heyrðu, sko, það eru margir sem spyrja sig bara, af hverju er þetta ennþá á lífi? Já. Forlög. Þessi spurning á... Af hverju gerir þetta ekki bara sjálfur? Já. Þessi spurning á rétt á sér. Já, allir braskarar. Bara, af hverju gerir þetta ekki bara sjálfur? Einmitt. Einhver verktaki á netinu, riggar upp einhverju bók með AI, gervugreind, hendi svo bara á Amazon og vera ríkur. En sko, sögulega séð, þá hefur þetta alltaf verið svolítið svona prestige að fara. Og þú kannast nú alveg við þetta. Veitu á íslensku? Svona tignar, það er ákveðin tigni yfir því að fara til forlagsins. Algjörlega. Og þá er ég að tala bara bóka forlags. Einmitt. Þú ert með handriti, þetta er svona, ég hef nú reyndar aldrei gert það sjálfur sko, en maður svona sér þetta fyrir sér. Ég hef skilað en handriti. Já, þú hefur, já. Og akkur gerir þetta ekki bara sjálfur? Þú fóst í forlags. Já. Og málið er sögulega séð í upphafi, þá voru þetta náttúrulega líka stærstu seljendurnir. Já. Og það er alveg þeir sem að höfðu sko besta sýnin á markaðinn og voru að lesa bækur allan daginn og gátu sagt þetta er hitt, ekki hitt og svona fræga sögur af eins og hún hana J.K. Rowling gekk neið út allt fekk hvað, 20 nei eða eitthvað áður einn þarna og frekar ómerkileg bókasala eða bókaforlag sko sem samþykkti hana sem að stökka á það já. Og sem að þú veist náttúrulega bara óks með henni
Svakaleg sá bak við það, en við erum ekki konur hingað til að ræða það svo sem Nei, en staðan einfallega svo að það ennþá svona mesta tignin yfir því að vera verðandi rithöfundur, fara í forlögin, þau taka sénsinn og mér skilst að tekjusplitti í dag bara 50-50, take it or leave it, sko. Já, það samt ekki, þú veist, það samningurinn væntanlega, það hallar á höfundin til að byrja með. Maður myndi halda að menn eins og Arnaldur Indriðason og Yrsa eru kannski komin í betri mál. Komin í einhverja betri samningsstöðu. Þau vilja 60%. Það geti verið. En þú vilt meina alla jafna sem nýr höfundur að það sé 50-50 splitt? Já, mér skilst það. Að forlagið tekur 50%. Okay. Innifallið í þeirri vinnu er að þeir náttúrulega prófarka lesa. Já. Þeir eru með tengslum við prentsmiðurnar og þú veist alla þá þekkingu að brjóta saman og Guffi Hönnur hjá okkur, hann ætlar að prófarka lesa. Já, þau eru með sko bara starfstitla bara á öllum sviðum sko. Komum nánar inn á það eftir. Já, það er svona innifallið í þeirra 50%. Og markaðsherferð og annað. Já, og svo líka bara þessi dreifileið sko. Þú veist, þau eru bæði voru eigin bókasalar en hafa líka kannski bara betri tengsl inn í bónus, hagkaup, alla bókabúðir. Núverandi bókabúðir sko. Og geta pizzaði sinn á auðveldari hátt. Þannig að þetta er skiljanlega ástæða að fólki er ennþá að fara í forlögin. Þau hafa ennþá þessi ítök og bara þú veist rep og annað. Annað, hérna sölupunktur og svo náttúrulega líka auðvitað bara sambönd við erlendis, eins og ég segi þessi réttindastofa, þú veist, ef að einhver það er hellingsvandamála að reyna að koma sér út sko á upp á sína eigin spýtur sko. Sammála því, þannig ég myndi segja sko 50-50 hljómar er svo ótrúlega há prósenta, en það er að mér skilst hellingur innifallinn. Eitt hérna, skemmtilegt, með bókasölu á Íslandi, þá fékk ég hérna gauka að mér gæi sem taldi að 50-60% af öllum bókum á landinu seljist á 2 mánuðum árinu. Veistu hvað það er? Já, hvað gæti það verið? Novo Des, bókasala í kringum jólin. Og annað sem er mjög áhugavert að þetta er að þetta er eini tíminn á árunum sem að bónus alla jafna tekur inn bækur og selur bækur sem fyrir jólin. Og þetta er líka, þetta er gott og slæmt, því að sumir hafa kvartað að þetta gerir að verkum að verða bókum á þessu tíma er lægra heldur en það væri ella. Því að þeir eru með miklu lægri álagningu heldur þú veist, ég fer í bónus og kaupi bækur í kringu jólin sko. Já, þannig að þetta eru skemmtilegi punktar, þetta er gott fyrir neytendur en framleiðendur hafa bent á það að þeir kom inn með svo miklu trukki sko í Novo Des að þeir bara taka inn alla titla, keyra niður verðin og fáraleg velta en það er svona gaman að spá í þessu. En svo veit ég til þess að þú veist að eins og ég fæ jólapakka frá aðila sem að kaupir þetta allt í mál og menningu því að það er svona fínna. Þú veist, það er svona meira elegant. Skilji. Þannig að þú veist, á miðanum stendur keypti eða þú veist, skipti mál og menning sko. Heyrðu, bækur sögulega séð, það er ekkert sem við nefnum að fara yfir. Sko, eitt hérna, audiobooks eða bara hljóðbækur, hefur verið að riða sér til rúms og það er svona bæði stærsta ógnin og tækifærið í núverandi módeli fyrir bókasala og höfunda því þetta er í rauninni ný tekjuleið og nýtt listform sem að hefur allavega hér heima bara verið að riða sér til rúms kannski á síðan 5-6 árum með komið Storytel. Já, akkurat. Og þeir eru eiginlega bara búin að taka hana marka með trompi. Var ekki veltan hjá þeim, tæpum milljarður í fyrra. Hjá Storytel. Held það verið milljarður. Og þá er sko í rauninni þeir að taka bara hana markað og stækkan því að bókasalna auðvitað hefur eitthvað aðeins halla bara sögulega séð, ég meina okkar lata kynslóð er að lesa minnum bækur. Já, og það er einmitt punktur hérna hjá mér og eftir, það er samdráttur í forlögum. Já, en þannig er að koma ný svona þægileg leið fyrir okkur til að njóta bókana og má ekki segja svona... Það var 1,3 milljarður velta hjá Storytel. Já. Það er 40% aukning, wow. Já, þetta er rosalegt sko. En þú veist, þannig er bara nýtt form að vera til og þetta er svolítið gott fyrir hinn svona síbisi dvínandi deildarstjóra. Þetta er að gera lífi honum aðeins auðveldara. Strætó á mótnana. Já, hinn dvínandi deildarstjóri. Stjætt dvínandi deildarstjóra. Það voru allir deildarstjóra hérna fyrir einhverjum árum. Það er bara til sem er dvínandi. Er þetta ekki orðið bara millistjórnandi? Jú, það er hinn meðvirki millistjórnandi. Já, það er bara búið að taka yfir. Já. En sko, það eru bara allir komnir með eitthvað í eyrun og þú veist, það er svona nánast 33 hvort þú ert með hljóðbók, podcast eða gömlu góðu tónlistina í eyrunum allan sólarhringinn. Ég er meira fyrir að lesa bækurnar fysiskt sko. Hef ekki haft mikinn tíma fyrir það undanfarið, það búið að vera mikið að gera og svona en ég er í grunninn
hef voðalega gaman að því og les alltaf jólin til dæmis. Það tekur sér 3-4 daga frí og þá les ég bara eins og hestur, lestrar hestur. Eins og Maniac. Já. Maniac. Eitt skemmtilegt við Storytel, sem í rauninni ekki forlag, heldur takaði titla inn til sín og komaði með þetta hljóðform. Ja, forlag, hljóðabókaforlag í raun, sko. Já, hljóðabókaforlag, það gott nýri. Tekið mótil hjá þeim, bara til að fólk átt sig á því. Þú fer til forlags, býr til bók, 50-50 að sölu eða hvernig sem það reynda að semja betur. Já. Svo ætlar að breyta þessi hljóðbók, sama, Storytel, 50-50. Já. En þetta virka þannig að 50% af tekjunum fari í pott fyrir hvern mánuð því að neytandinn borgar áskriftagjald. Já. Segjum bara 100 milljónir í tekjunum mánuði, 50% af því fyrir pott til allra höfunda. Já. Sem síðan greitt í hlutfallega hvað hlusta á marga mínútur á bókinni þinni. Og ef að þú ert ekki með aðgang á stúdíó, vilt ekki lesa upp sjálfur eða hvernig sem það þá getur sami við Storytel að þau taki 75%. Ef að þau sjá allt þetta, þá fær 25% greitt. Hljóðvinnslu og koma þessu bara í form. Já, akkurat. Og þeir standa þá skil á eða kostnað af lestrinu. Áhugavert. Já, e-books, rafbækur, ótrúlegt séð þá eru þær í vexti. Þetta maður myndi ekki giska á það. Nei. Og ég verð náttúrulega viðurkenna, ég meiri e-books heldur en venjulegum. Ég í Kindle. Það? Já. Það er hægt að ljúga núna. Nei, ég downloada mjög mikið í Kindle. Nú, ok. Já. Ég les ekki að mikið og ég downloada. Deyjandi kynslóð, eða svona deyjandi iðnaður einhvern veginn. Nei. Svo ekki. Ég held að Ísland sé bara eitthvað langt á eftir í þessu. Ég held að Kindle sé mjög eða þessi tækni sé mjög vinsæl á hvort ég vil lesa á Norðurlöndum eða svo eitthvað þar sko. Já, og bara almennt. Og það má eiginlega benda á það með hljóðbækurnar sko að Kindle kemur úr sama armi og Audible, Amazon arminum sem að sáu þessa markaði fyrir sér fyrir 5-10 árum og hafa tekið virkan þátt í stækkun þeirra á meðan að Storytel stendur eitt og sér og held ég að færa núna rafbækurnar inn í þannig að þú getur lesið líka inn í Storytel. Já. Ein pæling, þú sagðir að ef að þú sjálfur byðist til að vera með hljóðvinnslu og lestur, þá tekur þú 25% segðu. Sko, þú fær þá 25% og Storytel tekur 75%. Já. En ef þú gerir þetta bara sjálfur, segjum bara við gefum út Pingibók Arnars og Ingva, tölum við Storytel, tökum þetta bara upp hérna í þessu stúdíu eins og við erum að gera, þá erum við með 50-50 split við Storytel. En ef að við segjum, heyrðu, stúdíu okkar, við erum með svo lélega raddir, við ætlum að fá Aron Móla eða einhvern til að lesa þetta upp, en við erum ekki með stúdíu fyrir hann. Storytel skaffar það og tekur 75. Já, þannig að það er svona innifalið í þeirra þóknun af þessu. Áhugavert, þetta er mjög áhugavert. Já. En svo bara smámóli í lokin. Self-publishing. Þetta er orðið miklu gerlegra, en ég held þetta sé ennþá svolítið bara svona á færi braskarans. Já, það, fólk áttar sig ekki á því hvað þetta getur verið mikið vesen. Þetta er fullvinna, dóldi. Algengasta módeli sem ég sé í self-publishing núna er að þegar maður er að lesa einhvern svona braskara að það er build an audience, búið til einhvern Instagram-account með segjum bara 100,000 followers. Fáðu svo verktaka frá Indlandi til að búa til e-book 7 leiðir to pick up women eða 7 ways to save money in Paris. Og notaðu audience-in til að sitja á sölusíðuna hérna og hýrtu gróðan. Þetta er svona svolítið self-publishing fyrir mér. Mér finnst þetta... Ég held að sé ekki margir svona sem láta að taka sér trúalega og að standa í þessu sem í þessu. En það er alveg fordæmi og ég held að þetta sé algengara kannski barnabókum að þú fer að stað, skrifa einhverja barnabók, færð einhver til að hjálpa að teikna og... Ég veit ekki, mér finnst þetta bara svo mikið listform sko, bara ritlist, bókin sjálf sko að veistu það leiðileg þróun að þú veist, sérstaklega þess að nota gervigreind til að skrifa bók fyrir því sko. Það er það sem kemur. Þetta er bara hættulegt. Það mun koma. Heyru, eitt að lokum. Þetta er sennilegast boom time of the century. Þetta er bólugúrkutíð aldarinnar. Hér á landi að gefa út bækur á íslensku því að the good old government Bjarni og Sjallarnir og Framarnir og fleiri eru búin að hendi í gang að það er verið að niðurgreiða og það er hvorki meira en minna en 25% að heildarkostnaði íslenskra bókmennta
fæst endurgreitt frá ríkinu. Já, og þetta væntanlega einhver svona mótvægisleið sem þið eru að fara þarna bara til að auka... Já, sko, þetta var þessi komið á til að efla útgáfu bóka á íslensku og veita tímabundi stuðning í formi þessar endurgreiðslu. Og þetta tekur til bókmennta, sem sagt, bara gömlu bókana, og svo líka hægt fyrir hljóðbækur, þannig að það rauninni bara verið að niðurgreiða núna. Já, sennilega einhver hluti eða einhverju íslensku átaki eða hvað það Já, skemmtilegt. Þannig að þetta svona mín yfirferð. Já. Ekki mikið forlagið. Kærar þakkir fyrir það. Nei, bara iðnaðinn svona í heild og það það sem við viljum vita. Þetta það sem að forlagið vissulega að snúast í. Hvort sem það bara starfsemi eða samkeppni eða annað. Já, akkurat. Þannig að ég bara kann þér bestu þakkir fyrir þetta. Herðu, þá skulum við bara demba okkur í ársreikningin. Hann 2021 og þar byrjum við auðvitað á rekstrarreikning sem fyrr. Þetta samstæðureikningur til að taka það fram. Já. En samstæðureikningurinn og ársreikningurinn í rauninni... Já. Ég ætla að sitja. Ég ætla bara að tjekka mig út. Já. Samstæðan. Já, þú ekki riðið feitum hesti í samstæðureikning. Nei. En þetta mjög svipaður ársreikningur. Samstæðureikningur, það þetta fasteignafélag sem undir þeim, sem heldur utan fasteign. Við komum nánar inn á það á eftir. En byrjum á rekstrarreikning og hann verður í boði Keldunar í dag og þar núna, það nýtt þar. Það rafmynda yfirlit. Þú farin að geta skoðað gengi helstu rafmynda. Þetta algjör snill. Já. Ég vil framúrskarandi. Ég segi það. Þarna, já, það ekki lengur hægt að raða minni mig, en þetta niðri í vinstra horninu inn á Keldunni. Það að skrolla aðeins niður. Já. Endilega kíkja á það. Sömuleiðis viljum við minna ykkur á, kæru hlustendur, að pikka í yfirmann og segja bara, ég ætla að fá áskrift á Keldunni. Já. Það heitt í dag. Akkurat. Og við vorum með pröfu, vorum mánuð í pröfu í síðasta mánuði sem gekk stórvel. Já. Og margir ánægðir og þarna hægt að ná í ársreikninga á Excel-formi og alls konar afslættir af verðskráni þeirra. Þannig að fyrir hinn almenna braskara sem elskar að skoða ársreikninga, þá þetta eina viti. Ég held að fólk verði bara að upplifa þetta. Ég fór í annan síma síðustu helgi og var eitthvað, ég verði að fletta upp ársreikningi. Já. Komst ekki inn á Keldu-akkánti minn. Ég hef lent í því, það svo pirrandi sko. Ég upplifði svo mikla höfnun. Já. Það alveg, þú veist ekki hvað þú hefur fyrir misthefur. Jú, þetta bara, ég bara fuck, hvað að gerast hérna? Þannig að ég þurfti að endursetja leikilorðið og komast á minn eina aðgang. Þannig að þetta svona skráðu grunn, testi þetta. Og þá veistu hverju úr að missa af með því að vera ekki með aðgangin. Herði, byrjum á tekjunum. Og árið 2021, þá þetta vörusala upp á tæpan 1,1 miljard. Og það má svona áætla að mestur hluti af því hafi bara verið í bókum. Þó hafa þau náttúrulega verið að færa sig aðeins upp á skaftið í þessum hljóðbókum. Já. Þau halda úti, þau með app. Þar sem þau að selja hljóðbækur. Já, forlagið, passar. Það hefur verið að færast í aukana nýverið. Og sko, ég veit ekki hversu mikill hluti það af sölunni nákvæmlega, því það ekki skipt, sko. Þetta app raun að byggja á sama módeli og Audible. Ef þú treystir ekki til að vera í áskrift að endalausum titli bóka, heldur vilt bara kaupa eitt titil, þá skilst mér að forlagsappi hafi rauninni bara verið íslenska leiðin til að gera það. Það sem að Audible ég held þessi ekki það framúrskarandi hérna Nei, með titla og annað sko. Nei, þeir allavega ekki með stóra allavega ekki stóra hlutdeild og Storytel. Nei, enga veginn. Storytel náttúrulega bara með Audible bara með erlend efni. Að mestu. En allavega, ég veit ekki hversu mikið hluti hljóðbækurnar af sölunni en þetta allavega 1,1 miljard og ég gerir fastlega ráð fyrir að þetta sé mest bara í sölubóka og annars slíks. Svo aðrar tekjur upp á 20,6 milljónir sem að mér varst áhugavert og þá kemur þú með þann verðuapunkt að þetta líklegast endurgreiddir styrkir. Mig gruna það. Þetta sundurliðara hjá keppinautunum sem ég kíkti á. Og þar stendur einfallega bara styrkir vegna bókaútgáfu. Þannig að mann svona gruna það, en þetta gæti líka verið COVID úrræði eitthvað. Mér finnst það ólíklegt út af því að þetta nær alveg aftur til ársins 2017 allavega sko. Þessar aðrar tekjur. Já, ég held þetta að reynda að byrja 2019 en leiðum því að liggja milli hluta. Ok. Það alltaf einhverja aðra tekjur sem þetta inn í þessum bransa, það ekki? Jú, svo það.
En allavega, leiðum að því líkur að þetta sé máli. Svo kannski aðeins til að dreipa á þessu sem ég nefndi áðan að tekjurnar hafa verið að dragast svolítið saman í gegnum tíðina. Og hérna til dæmis á milli 2016 og 17 er 14,3% samdráttur. Það var svona eðlilegt að þau væri í kringum 1,2–1,3 milljarða í veltu. Þetta svo hérna niður í bara rétt rúman milljarð en eru sko, svo fara þau í COVID hérna niður í 927. En að rífa sig upp núna milli ára 18,1% úr 927 miljónum upp í tæpan 1,1 miljard. Þannig að og það þeirra mest að velta í einhver tíma. Já. En þú veist, með að við verðla hvers tíma ekki endilega en þetta allavega tekjurnar núna og það virðist vera allavega einhver aukning allavega milli ára. En svo það hérna, skulum bara detta yfir í koksið. Kostnaðarverð seldra vara, það 422 milljónir og maður velti fyrir sig hvernig sko sú stærð skiptist. Undir framleiðslu bókana fellur væntanlega prentkostnaður og laun til höfunda og fleira. Hvort þetta allt falli undir kostnaðarverð seldra vara ég bara hreinlega ekki viss á því að sko prentkostnaður, gæti það ekki verið jafnvel eitthvað sem flokkast undir annan rekstrakostnað? Ég veit ekki. Þú veist, því að þau eru væntanlega úthýsa þeirri vinnu. Já, prentkostnaður samt svo beitkostnaður við að búa til bókina. Já, sammála því. Þú finnur ekki meira pjúra kostnaður að vera seldra vöru heldur en að prentana í rauninni bók, sko. En út af því að þau eru outsourcaði, hvort að það fari undir bara rekstra kostnað annan, ég veit ekki, við erum að fabulera hérna. En sumulegis hann náttúrulega svo framleiðsla á hljóðbókunum, þar kostar að talsetja og taka upp og klippa á annað eins sko og ég gerir samt fastlega ráð fyrir að falli allt þarna undir vegna þess að þau eru með hljóðvinnslu, fólk og annað þarna á starfsmannssíðum. Akkurat. En það væri annars alveg ferlega gaman að fá smá innsýn inn í þennan bókabransa? Já, bara forlagsbransa sko. Þú veist, fá einhvern gest sem að geti svona brotið þetta hans niður. Já. Getur þú ekki þetta BB bara? Hvað segirðu? Já, svo, það aldrei að vita. Við getum skoðað það. Fá eitt BB? Já. En en svo náttúrulega hvernig þessi skipt á milli svo forlagsins og slökkum á þessu forlagsins og Storytel, við náttúrulega fórum yfir það hérna áðan. Þannig að allir það falli undir kostnaðarverði, skilurðu. Já. Það alls konar svona pælingar sem að væri gaman að spá í en þetta allavega koks upp á 422 milljónir sem gerir álagningu upp á tæp 160%. Veit nú ekki, þú veist, eins og ég segi, það erfitt að áætla nákvæmlega hvað það þýðir sko, þegar við vitum ekki nákvæmlega hvað fellur hann undir, því að það er svo margt sem getur gert, margt sem getur fallið hann undir. En nóg það, við skulum kíkja á launin. Ég get svo sem bara út af því að ég með sko 5 stærstu forlögin til samanburðar. Ekki bara ágætt að ég stökk inn í? Jú. Út af því að þú ert þá þarna með Cox 38%, ekki rétt? 422 af... Já, ég er með 159,2% álagningu. Já, erum við í álagningunni? Já, þá er ég með hérna bara Bjartur og Veröld, 152%. BF útgáfa, og þú sér það sko, Bjartur og Veröld velti 317. Já. Hvað, það er bara 3 sinni minna. Já, ég held að þau séu að gefa út fyrir Ragnar, Jónas. Já. Ok. Gamla því. BF útgáfa, 158, Edda útgáfa, 147 og Ugla útgáfa, 130. Já, þetta er svona... Þeir tróna þarna yfir. Já. En já, allavega álagningin sko, hún rokkar alveg, þú sér þarna 152, 76% hjá BF, 77% hjá Edda útgáfu, 44% hjá Uglu. Svo er hérna Setberg bókaútgáfa, 161%, þannig að þau svona rífut aftur upp. Já. Skemmtilegt. Já. Skemmtilegt. Þá veitum við hvað við erum að kaupa bækurnar. BF útgáfu og Edda útgáfu, lægst álagning þar. En já, takk fyrir þetta. Laun, kíkjum á þau, verðum að kíkja á launin. Sko, laun og launatengd gjöld, það eru 410 milljónir og af því fara 330 milljónir í hrein laun. Og þarna eru hvorki meira enn minna en 38 heilsástörf sem er athyglisvert, sko. Já, þú veist, ég vissulega reka forlagi bara 2 bókabúðir og fyrir yfirferð mína, þá svona hugsaði ég einhvern veginn bara, er þetta ekki bara bókabúðir og þú veist, maður áttaði þess ekki alveg á batterínu í kringum þetta. Nei, þetta er svona samsteypa. Þau eru sko með, eins og ég nefndi á hann, þau eru með þessa réttindastofu
sem að selur útgáfur eftir íslenska bóka til erlendra útgefanda. En svo líka spurningin það að prenta sjálf. Mér sýnist það allavega ekki, það ekki á starfsmannasíðunni. Það ekkert sem tengist prenti þar. Stóra spurningin í þessu, eru þau að prenta peninga? Já, þau eru, svona, við komumst að því þetta smá. Þetta eru góð og þessi spurning á rétt á sér. Já. En eins og ég gerir fastlega ráð fyrir úthýsi prenti. En svo sá ég vissilega að þau eru með fjölmarga ritstjóra, svo eru þau með 3 grafíska hönnuði og svo þetta náttúrulega þannig batteri að þau eru bara með útgefundur, sölufólk, hljóðmenn og bara stjóra og stýrur af öllu tagi. All included bara. Já. Þannig að mér finnst það reyndar áhugavert að sjá að þau eru með þróunarstjóra sem að heitir Nói, sem nú, varla frásögu fænandi nema fyrir þær sakir að Nói köttur. Já. Hann sem sagt inn á starfsmannasíðunni hjá þeim. Já. Þú nú mikill kattamaður. Já, ég elska ketti. Hvað finnst þér kísunafni Nói? Bara fín. Það ekki? Jó, okay. Ég samt með leiðilega frétti fyrir þig. Nú? Ég mundi eftir því, það kom frétt í júní á þessa ári. Nei, hann dáinn? Já, hann allur. Nei! Jú. Það náttúrulega færilegt. Já, þetta bara frétt frá því sumar sko. Hvíli hann í friði en... Kötturinn Nói, þróunarstjóri forlagsins. Ég byrst bara afsökunar, er þetta ekki ábyrgð forlagsins? Hann þarna ennþá skráður. Jú. En allavega, þá þetta 330 milljónir króna í hrein laun og 38 starfsmenn, það gerur 725.000 krónur á haus á mánuði, sem nú bara nokkuð öflugt. Myndi ég halda? Já, eitt sorry. Ég datt inn í þessa frétt. Já. Sko, bara þannig við fjöllum aðeins Nóa, hann á alveg fullt kredit skilið. Hann var með þeim í 11 ár. Okay. Hvern einasta dag tók hann fyrirtæki út, kannaði birgðastöðuna, velti fyrir sér handrætum og bókakápum, losaði okkur penna og teygjur og sá að streytan fær ekki með okkur álagstímum. Öflugur. Já, bara hvíl í friði Nói. Svo kemur að árið 2001, þegar við fara að staða með JPVF útgáfu, þá voruð við með kött sem hét Randver. Hann var stjórnarformaður fyrirtækisins. Já. Og þegar hann lést fyrir nokkrum árum þá var Nói snemma gerður að þróunarstjóra. Já. Nei, Randver. Nei, Nói var gerður að þróunarstjóra bara út af því að Randver var stjórnarformaður. Já. Ég skilði, já. Okay. Þetta eðlilegt. Herðu, áskulum við bara að dempa okkur í ebituna, hverfum frá launum og það bara svona stutt, hún stendur í 36 milljónir króna sem 3,3% hlutfall. Eða EBITDA framlegð eins og við viljum kalla sem svona í lægri kantinum í sögulegu samingi. Þau hafa verið svona bilinu 5-6% að minnstakosti 2017, 18, 19. Svo kemur COVID 2020, þá fór framlegðin annars bara á 0. Þau eru að rífa sér núna allavega í gang sem auðvitað vel í 3,3%. En svo það afkoman og hún í raun ekkert sérlega spennandi. Hún vissulega jákvæð. Já. En það einungis 1,5 milljón. 1,5? Já, í hagnað. Og þú getur reiknað það hlutfall. Ég ætla að slá þessu. Hagnaða hlutfall. Þetta sem sagt 5-0. 1-5-5-0. Hvað segir þau? Þetta 1,5. Já, 5-0. 1,5 kísukúla. Já. Nú á kísukúla ágætlega við. Allir Nói segja að ég þetta restina. Já, svo það. Hvað ekki, þú veist bara 1, nei 1, það 0,1 eitthvað %. Hendum í prómil. Já. Það bara sanngjarnt. Já, komdu með það. Já, bara hendum í prómil. Já, bara 0,1. Já. Já, ok. En þú veist, þetta í rauninni 0,13 eða eitthvað, segjum það bara. Og sem náttúrulega ekki ásættanlegt, en ástæðanum á svo sem að mestu leyti rekja til mjög svo svæsna vaxtagjalda, en þau greiða hátt upp í 30 milljónir króna í vaxtagjöld og samstæðan með 293 milljónir króna skuld við lánastofnunir sem að má að mestu rekja til dótturfyrirtækisins sem að heldur utan fasteign félagsins. Já. En við komum betur inn á hana á eftir í efnahagsreikningunum. Þetta lán sem hangir á þeim náttúrulega að miklu leyti verðtryggt og við náttúrulega þekkjum það að verðbólgudraugurinn, hann búinn að vera á sveimi yfir vötnum og það mér að þetta sjá skiptinguna bara til að sjá hversu mikið verðtryggt af þessum lánum og þetta rúmar 200 milljónir sem verðtryggðar, þannig að þú sér það, þú veist, þessi vaxtagjöld náttúrulega í rauninni verðbætur og vaxtagjöld sem að flokkast sem það ekki það? Jú, ég bara drákits kenning. Það bara að éta upp ebituna, þannig að afkoman bara slökk.
vísitölu tengdum hækkunum á bókum fyrir þessi jól til að sporna við þessu? Ég myndi halda það. Gæti gerst. Ég klálega og það, kannski eiga þau bara rétt á því. Og það mitt stress fyrir komandi jól. En svo eru eins og ég segi, þetta er að mestuleiti vaxtagjöld sem að geta upp, afskriftir eitthvað smáraði, einhverja 8 milljónir, en annars þetta afkoma upp á tæpa 1,5 milljón sem að ekki ásættanlegt. Að mínum mati. Nei. En hafa þó verið að skila betri afkomu á árum áður, svo að það sitt ekki fram. Herðu, ég talaði að skoða bara efnahagsreikningin, ef ekki bara demba okkur í hann? Jú, það kannski aðeins bara varst að dreipa á laununum og fjölda starfsmanna og nóga og fleira. Að ég með tekið på starfsmann. Fyrsta skipti í langa tíma. Þetta allt svo áþekk fyrirtæki. Mér finnst þú ekki að vera að skoða einhvern samanburð nýlega, en bara bókaforlag bara bókaforlag. Og forlagið 29,3 milljónir á kjaft. Bjartur og Veröld 45. Veistu hver trónir á topnum? Nei. Ugla útgáfa. 130. Er það ekki bara 2? Það er 1 starfsmaður. Það er bara það. Þannig að sko þau eru alveg með langlegsta launahlutfallið en hæsta kostnaðarverðið, þannig að og það er 1 starfsmaður. Skemmtilegt. Já, þannig að þetta er svona þeir eru eiginlega bara í síðasta sæti. Þrátt fyrir að vera stærstir. Þetta er náttúrulega bara firma, þetta er firm. The firm. En allavega, efnahagsreikningur, við höfum hann í boði Landsbankans í dag. Og þar eru náttúrulega póstlistarnir, landsbankin.is/póstlistarnir, og ef að þú gerir hlustandi því ert ekki búin að skráði þangað. Þar, Jesús, hvað er að mér hérna? Þá verður eiginlega að gera það núna. Því að hér er bara fróðleikur að leka inn á pósthólum hans í hver einustu viku. Það er náttúrulega Hagsjáin. Komið skemmtilega hérna í síðustu viku greinum að verðbólgan hér á landi talsveit minni enn í Evrópu. Og voru með svona skemmtilega yfirferð á því. Og ég held að allir verið fróðari yfir við þann lestur. Manstu líka í síðustu viku, í vikubyrjuninni? Já, góð vikubyrjunin þá. Þegar við vorum að tala um alla sem var að skila uppgjöri, öll fyrirtækin á markaði. Svo Landsbankin líka. Potuðu þeim þáttinn. Það oft svona lítil páskaegg sem maður fær þegar maður skráir sig. Og maður áttar sig ekki á því þegar maður lesi þetta. Svo fyrir maður að ræða þetta á kaffistofunni og þá segir, býttu, var það á póstlista Landsbankans? Já, svona lítil páskaegg að okkur. Mikið var það gaman. Svona lauma á okkur. En við þökkum Landsbankanum kærlega fyrir og hvetjum ykkur til að skrá ykkur. Já, þetta er möst. Herðu, þá það efnahagsreikningur samstæðunar og það eru eignir að þessu sinni eru engar óefnislegar eignir eins og við fórum nú yfir í síðasta þætti. Ok, það kemur rosalega óvart út af höfundaréttunum að því. Telst það efnisleg eign? Sko, ég veit það ekki. Það er eitthvað sem maður þarf að kryfja og við þurfum klálega aðhald hérna. Á skungin, hvað kallar þetta? Skúmur. En það eru engar óefnislegar eignir. Það eins og við höfum rætt áður, óefnislegar eignir oft svona einhvers konar eignfærður þróunarkostnaður eða svo líka bara svona viðskiptavild og eitthvað svona Já, en svo líka bara svona sköpunarkostnaður. Nei, það er þetta eignfæra svona þróunarkostnað? Nei, já, þróunarkostnað. En það hvað heitir þetta undir því? Eitt svona forritunarkostnaður og annað. Já. Svo líka bara vörumerki. Já, bara svona hugverk eða eitthvað þannig. Þetta eignfæra það. Ég hefði mitt haldið að höfundaréttindi væru einmitt. Það væri að fyrsta blaði í prófi í menntaskóla. Hvað fellur undir óefnislegar eignir? Höfundaréttur. Næsta spurning. En það kannski út að það engin höfundur starfandi hjá þeim. Þetta eru ritstjórar og Já, en þetta eru réttindin. Höfundarétturinn. Hvernig er hann eignfærður? Hvernig teljum við hann til fjár? Það er góð pæling. Við þurfum aðhald hér. Já. En hér eru þá bara einungis fasta fjármunir og veltufjármunir og við skulum byrja á fasta fjármunum. Þeir standa í 286 miljónir króna hjá samstæðunni og þarna er áðurnefnd fasteign langstærstu hluti af fasta fjármunum og þetta er raun stórmerkileg eign, alveg risastór. Þarna er út á Granda við hliðin á Flyover Iceland húsinu. Já, akkurat. Sko, þetta er bæði einhver stærsta bókaverslu landsins og einhverstað las ég að þetta væri bara 7.000 titlar þarna hverju sinni sko. Já. Og sömulegis geimaðu lagerinn sinn þarna líka. Og þú hefur ekki komið þarna? Ég hef séð þetta, ég hef ekki farið þarna. Þú hefur ekki farið, nei. Ég hef margótt farið þarna sko. Þetta er risastórt og það er bara endalaust. Ef þið vantar bók, eftir með eitthvað topic í huga,
þá getur þú farið þangað. Já. Og þú lappar út með bókina, sko. En ég hef innsýn í það af hverju það kom til. Já. Því að þau voru ekkert í eigin bókasölu. Nei. En mér skildist að það var orðið ósætti með hvað hinir bókasalnir, Pennin, A4 og hvað fleira, hvað bækur voru orðið lítið hlutfall af heildarrýminu. Skrifstofuvörur, túrista, hvað heitir þetta? Bara eitthvað svona glingur? Já, algjörlega, bara eitthvað svona gjafavörur eða eitthvað þannig. Já, þannig að það vantaði bara svona old school bókabúð. Þetta bara bækur. Ég vona svo innilega að þetta verði ekki lagt af, sko, því að þetta er mín go-to bókabúð. Þú veist, ég elska að kíkja í bók, þú veist, hérna í Smáralind, þau eru náttúrulega með risa búð þar líka, Mál og menning, Pennin Neymundsson. Og maður er bara svo hrættur að þetta leggist af einn daginn, sko. Bókasalan? Já, því að ég fer ofta inn og bara er að glugga í eitthvað, sko. Já, ég hef engar ágjur að það. Nei, það er gott. Er ekki Pennin Neymundsson? Við þurfum eiginlega að taka hann fyrir. Já. Það getur verið skemmtilegt líka. Já. En allavega, þetta er risahús sem stendur þarna eitt og sér út á fiskislóð á Grandanum. Og þessi fasteign er rauninni undir dótturfélagi sem heitir Vegamót EHF. Og þar er hún bókfærð á 256,6 milljónir. Já. En fasteignamati tæplega 700 milljónir. Ég held að þetta sé ekki þetta er ekki. Þannig að fasteignamatið og bara markasvirði eignarinnar sjálfsagt langt meira heldur en í bókfæruvirði, svo sem ekkert óalgengt að sjá það. Bara dýrasta byggingaland Reykjavíkur þegar framleiða stundir hérna. Sko. Þetta er náttúrulega hálf tómlegt ennþá. Já. Út á Grandanum, en það þarf ýmislegt að breytast til þess að fara alltaf stað en þetta verður flott svæði. Segðu það. Svona þegar við erum 70 þá kannski göngum við þarna hönd í hönd og hlæjum að því. Hér var einu svona bókabúð. Spilum þáttinn okkar þegar við. Og núna er bara eitthvað ungt fólk á sprellanum að hoppa út í sjó og sóla sig. Já. En eins og ég segi, fasteignamati upp á tæpar 700 milljónir og sko lánið þarna á bakvið, það verið standa í tæpum 250 milljónir samkvæmt efnahagsreikning. Já. Svo þau ætti að vera með fínustu eiginfjárstöðu í eigninni sem ég fagna auðvitað. Þú væri líklega til í að sjá meiri gírun. Já, ég segi það nú ekki. Nei. Hvað er þetta, 60-40? Nei, 250 af 700. Já, þú veist, eitthvað. Já, þau mætti alveg endur fjármagna. Það svo. Ekki, 35% skuldahlutfall. Já. 35,7. Það er svo bara allt í lagi. Já. Þegar þú labbar í gegnum svona óvissu tíma, eins og við erum á það. Það er allt í lagi. Ég er algjörlega sammála því. Herðu, þá skulum við detta yfir í veltufjármunni. Sko, þeir eru hlutfallslega mjög háir hjá þeim. Í rauninni bara meira en veltan, sko. Já. Og þarna erum við með sko alvöru lager, alvöru byrðir. 440 milljónir tæpar. Já. Og ég held að veltur hafi bara hreinlega aldrei verið eins spennandi og núna, sko. Já. Og hérna... Shit, að ég hafi ekki spáðið því, maður. Við vitum þannig, já, Þetta er því starð fyrir forlögin. Við vitum það náttúrulega að bókabúðir eru þekktar fyrir það að fara í svona stórar lagersölur á hverju ári. Já. Forlagið er með í september held ég að mér skildist á hverju ári. Þar sem, þú veist, bækur eru bara allt upp í 70-80% afslátt, sko. Þetta er rétt, já. Þetta er eiginlega skemmtilegasta stærðin til að spá í. Því ná að rykka þessu upp, eða? Og þau liggja gjarnan á vænu lager. En, sko, hér er velturhraðin á forlaginu 0,95 sem þýðir að þau eru að velta lagernum 0,95 sinnum á ári, þannig að samkvæmt þessu þá náðu þau ekki að velta lagernum á heilu ári. Nei. Og þetta gerir biðtíma byrðana heila 384 daga sem er óneitanlega langur tími en vissulega, þú veist, þetta er ekki vörur sem renna út í þeim skilningi. Nei, það gæti þó dottið úr tísku, ja, þú veist. Já, þú ert alltaf coming in hot. Já. Going out cold. Já, það er doldið þannig. Skilur þú hvað er að fara? Já, en svo eru þetta einhverja bækur sem að seljast reglulega eins og bara... Biblían. Já, Biblían eða hérna, Harry Potter eða kommunista ávarpið eða eitthvað svo leiðis. Já. En flestar eru coming in hot. Coming in hot. Going out cold. Og þá þarf þetta að dömpa þeim. Já, þarf að dömpa, sko. Svolítið skrítið þetta sé ekki dömpa. Það er selt bara á hrakvirði. Já. Svo kallast, sko. Fyrr á árinu. Já. Ég líka... Hugsaður, ef maður væri með bara hérna, sagt án ábyrgðar, ef ég væri að reka bókasölu núna sem veltur undir 100 milljónum, ég væri 100% með það í Górilla vöruhúsi versus það að binda lagerinn alveg klálega í svona langa tíma
allavega. En þau náttúrulega kaupa þessa fasteign það má áallega allur lagarið þeirra sé þarna inn í þeirra eigin fasteign. Já. Pældi því, þarna gætu liquidated. Já, þetta svolítið binding. Og hent sér í Gorilla. Já. En nóg það. Herriði, sko, það eru fleiri veltufjármunir hérna heldur en byrðir. Það kemur hérna fram verk í vinnslu. Veit nú ekki alveg hvað það geti verið. Líklegast þetta einhver svona komandi útgáfa sem búið að binda fjármagn í. Já, veist það líklegt. Já. Svo eru þau með nokkuð háar viðskiptakröfur hérna 325 milljónir. Svo sé ég hérna verðbréfaeign fyrir 171 milljón en því miður komst ég nú ekki að því hvaða bréf það voru. En eru allan að fjárfesta í þessum bréfum hérna 2021. Það er bara samkvæmt sjóðstreyminu, það er bara ný fjárfesting. Það er þá spurning hvort þetta hafi verið Íslandsbanki eða Play eða eitthvað, maður veit ekki. Þau hafa verið að shorta Play, pottir. Shorta? Já. Skortseljum þetta? Já, kemur það þá ekki, var þau ekki að fá lána? Ég veit ekki. Ok, en svo er það hérna Hambert Fé fyrir 225 milljónir sem er bara drekklaðin pingjan hjá þeim. Kannski átt að put option bara? Já, svo er það, gæti verið. Já. Ok, nánar það setna. Já. En 225 milljónir í Hambert Fé sem er náttúrulega bara stórgóð staða. Já, ég held að ég stressa að greiða út launum mánaðamótin þegar þú liggur á 250. Já, svo er þetta náttúrulega þetta er jólabókaflóðið, sko. Þau eru vantarlega að liggja á þungri pingju þarna alltaf áramótin, sko. Já, og svo er náttúrulega greitt eftir áramótin. Ég er að segja það, sko. Já, þannig að þetta er svona þeim í hag að skoða þetta í lok árs. Já. Eða hvað, við vitum það ekki. Við erum bara fabulera. Við þurfum að fá einhvern veginn til að veita okkur aðhald. Já, samt, sko, þá hefði maður haldið að lagurinn væri lægri, sko, eins og hann væri bara tæmdur 31. sko. Já, nei, þau liggja alltaf á stórum lagur. Það er bara þannig með bókabúð. Við fórum nú heimsóttum bókabúð hérna, bara það var reynda rétt fyrir jól. Já. Það var vissulega alveg stappað af bókum, sko. Já, maður getur ímyndað sér að þetta eru vænar byrðir sem eru akkurat. En allavega, eignir eru samtals 668 milljónir króna, takk fyrir, tæpur 1,7 milljarður. Og þá skulum við okkur hérna yfir í skuldirnar. Byrjum á langtíma skuldum sem að telja 309 milljónir og þar er stærstu hluti þetta fasteignalán sem ég er búin að minnast á nokkru sinnum. Og það lán hangir á dótturfélaginu sem að heldur utanum fasteignfélagsins, Vegamót EHF. Og það er samtals í kringum 250 milljónir, en þetta eru hérna 222 milljónir sem áinn á langtíma skuldir. Restin fellur undir skammtíma skuldir sem næsta árs afborgun langtímaláns eins og við höfum nú oft séð. Svo er hérna restin af langtíma skuldum samstæðunar rúm 71 miljón. Það er bara skuld við lánastofnun sem er þá bara einungis á ábyrgð móðurfélagsins, það er að segja forlagið EHF. Já. Fyrir hverju það er nákvæmlega, það er ómögulegt að segja til en akkur ekki að gíra sig aðeins ef þú getur það. Aðeins umfram. Það er rétt. Þau ætla að gíra sig ekki inn í verðbréfakaupin. Hérna, ég get sagt ykkur það. Það er engar stóra fjármögnunarhreyfingar hérna milli ára í sjóðströmminu nema hérna borga niður lánin eitthvað en svo eru hérna bætast við tekjuskattskuldbindningar upp á 15 milljónir og þá eru langtíma skuldir samstæðunar 308 milljónir skuld við lánastofnun 293 og tekjuskattskuldbindning 15 og eins og ég segi þetta eru þungar þetta eru þung vaxtagjöld sem þau eru að lenda í núna og þetta er náttúrulega há uppæð eins og ég segi bara 2/3 af þessu er verðtryggt þannig að smá vesen búið að vera núna á þannig lánum við vitum það en örlítið örstuð í skammtímaskuldinar það eru viðskiptaskuldir og aðra skammtímaskuldir kóngurinn samtals einhverjar 615 milljónir og svo er þetta eins og ég nefndi á það næsta árs afborganir langtímaskulda einhverja 25 milljónir af fasteigninni og svo 15 milljónir á móðurfélaginu þannig að skammtímaskuldir samstæðunar eru samtals 655 milljónir og þá viljum við kíkja sjálfsögðu á veltufjárhlutfall félagsins og það stendur í 2,11 sem er bara stórfenglegt. Já, það er gott. Það er langt yfir þessum ás sem að prófnefndin er að predika. Varstu búin að heyra Pétri í prófnefndinni núna? Nei, ekkert. Nei. Ég held að sé með Nóa bara. Er hann ekki, Hann séu með kettinum Nóa í dag. Já, það. Þetta er að sé allur. Það gæti verið. Það hefur ekkert heyrst frá honum mjög lengi. En fór hann í einhverja, hann fór í svona endurmenntun hjá bókurum. Já. Far greitt úr stéttafélaginu og eitthvað. Já, svo fór hann bara einhvern bendir eftir það. Nei, hann endaði bara í Tælandi, við hefum ekkert heyrst frá honum. Nú, er það málið? Já, bendir í Tælandi.
Já, kannski. Ég bara, við veit ekki hvað gerist, sko. En eins og ég segi, 2,11 langt yfir þetta staðlaða viðmið. Sko, ég nefnilega, það er 1 með 2,11. Já. Sem að tikka inn í nýju verðmatsvélina hjá mér og Kidda og Lents. Já. Í bóði Keldunar. Já. Ef þú ert með yfir 2 í skamtíma, þá færðu 27 sinnum EBITDA í verðmati. Já, ef þú ert með yfir 2 í veltufjárhlutfalli, þá færðu 27 sinnum EBITDA. Þá færðu 27. Flestir eru á 7. Já. Ef þú tekkar þetta box fremst í ferlinu, þá færðu 27. Já. Við skulum koma inn á það síðan. En svo náttúrulega, eins og við fórum yfir áðan, þau eru vissilega stútfull af byrðum og með mjög hægan velturhraða, þannig að hér myndi ég áætla lausafjárhlutfalli, gæfi betri mynd á lausafjárstöðu félagsins. Já, við þurfum bara að taka fund þegar við erum að smíða þessa verðmatsvél, hvort við tökum þetta greina, en endilega útskýrum málið þitt frekar. Já, bara eins og hlustendur eru farnir að þekkja, þá er lausafjárhlutfall bara þess eðlis að byrðirnar eru teknar út úr veltufjármunum. Já. Og þeirri stærð er þá deilt með skammtímaskuldum og þá fáum við 1,44 sem er bara mjög flott staða líka. Já. Bara frábær lausafjárstaða hjá forlaginu og bara til hamingju með það. Það stendur undir 27 í EBITDA. Já, það myndi gera það, já. Og þá er ég svona bara nokkurn veginn tæmdur. Þetta er í rauninni bara, sko eins og ég segi, ég er orðin miklu meiri efnahagsreikningsperri heldur en rekstrar, sko. Já. Það er yfirleitt svona eðlileg þróun þegar þú ferð að leggja þetta fyrir þig að skoða ársreininga. Og ertu bara endanlega búin að gleyma streyminu? Nei, sjóðstreymið er náttúrulega, þú veist, ekki beint, þú veist, sambarilegt við rekstrar og efnahagsreikning. Ég nota sjóðstreymið til að átta mig á stærðum í efnahags- og rekstrarreikning. Já. En auðvitað hef ég gaman að sjóðstreymið. Það er ofta fyrsta sem ég líti þegar ég er að fara að búa mig til einhverja sögu. Skilurðu. Þannig að þú ert að verða meiri eignarhaldsreikningur, maður. Já, efnahags. Eignarhalds. Já, eignarhalds. En sko, ég held að þetta sé bara nokkuð góð og væn staða hjá þeim. Rekstrarreikningurinn eins og ég segi sýnir ekki kannski þeirra besta ár. Þau eru að verða dálítið vaxtagjöldunum að bráð, en auðvitað viljum við hafa rekstrarreikningin góðan, við viljum hafa afkomu, við viljum hafa jákvæða EBITDA og en eins og ég segi, efnahagsreikningurinn bara eiginlega bara briljant hjá þeim, lítur nokkuð vel út. Skuldadóldið verðtryggt, en þú veist, er ekki verðbólgur draugurinn, er hann ekki á leiðinni einhvern burt eða? Hann er að sjatna. Já, en annars bara segi til hamingju. Svo fyrir þessi verðbólga bara niður. Til hamingju forlagið, þetta er bara fínasta staða. Þetta er að sjatna. Og þessi samantekt var, já, hún var í boði Payday. Já. Og við, eins og við nefndum síðast, Facebook, bara á Facebook síðu Payday. Facebook síða Payday. Og það er detta inn Goodshit námskeið til að læra afstæmingar í banka og svo þau opna nýja víti í þetta þegar þú kemur inn og ferð í nettapakkan, þá ertu bara að senda reikninga. Málið er bara að þetta kerfi er komið það langt að þú getur farið að bóka líka, sjálfur, stemma banka og bara sjá til þess að þetta rúla allt rétt og vel. Og það er kannski einn leikur í samstarfi við Payday. Gerir einhverja grein fyrir hvað selja marga bækur ári, forlagið? Nei, ertu búin að... Já. Ég veit ekki. Ég fekk kannski yfir þetta með Bjössa í rektin á morgun, við erum yfirleitt saman á mótnana. Já. En við ætlum að gefa okkur það meðal heildsöluverð á bók sé 5.000 skall. Já. Indi bónus. Já, þá ertu að segja 220.000. Nei, 223.090 bækur. Já, en svo náttúrulega þarf að taka vaskin af og svona líka. Nei, þetta er tala án vask. Án vask? Já. Þetta er ekki 5.000. Ok. Það er allt og hátt held ég. Já, hvað er með verð? 3 og 5? Já, getur það verið. Það væri 380 bækur. Já, ég veit það meikar ekki sens. Þannig að þetta hækka þetta hvað? Það var 94-6.000 bækur. Það er svolítið óbyrtaður, myndi ég segja. Já, ég myndi halda það. En jú, svo sem gæti verið. Það er ein bók á hvern landsmann. Er það svo galið það? Það er rándýrt helvítið. En bara hjá forlaginu, nei. Ég veit ekki, svo er náttúrulega hljóðbókasalan og annað inn í þessu líka, en það er erfitt að áætla þetta. Þetta er óábyrgt og ég kann ekki gert. Skúminum hérna. En ég ætla bara ekki ég held ég hleypið ekki verðmæti í dag. Nei. En menn bara geta gefið sér, það er sinnum 27. Þá held ég að við höfum bara lokið okkar yfirferð í bíli. Var eitthvað svona fleira sem þú vildi dreipa á? Já, erum við ekki að gleyma því að það hefur verið kaup og sala í fyrirtækinu. Herðu, auðvitað maður. Þú ert að gleyma stærsta punktinu. Já, þú áttir að vera með það. Já, þessna verið með verðmat sinnum 27. Já, einmitt. En nei, ég var ekki beint með þetta. Við tökum bara eftir því Já, sko, svo er náttúrulega verðt að minnast á það líka Storytel reyndi að kaupa forlagið 2020, 70% hlut. Já, sem að gekk ekki eftir. Nei. Við ættum kannski bara að klippa þennan part fremst. Já, það geti komið sér vel. Já.
Já, við skoðum það. Það er ferlegt að vera að ræða þetta hérna aftast. Já, það eru allir að hlusta. Þetta er fyrir sykursjúka sem hlusta alveg in the end bara, heyrðu, nú er síðasti mólin að koma í æð. Sko, Storytel fær samþykkt kauptilboð fyrir 70% í forlaginu. Já. Sem að mætti mikilli mótstöðu. Ég held að það verið rithöfundasambandið. Já, það var uppi Fótur og Fit. Já, aðrir bókasalar og bara mikil andstæða við það að stærsti eigandi íslenska bókmennta var að fara í sömu sæng og sænskur stórrisi á hljóðbókamarkaði, bla 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 bla, allt sem tekist í. Á endanum var þetta komið með samþykki gegnum Samkeppniseftirlitið, ef við mandar rétt eða skilst rétt, en gegn ákveðnum fyrirvörum sem voru held ég ekki birtir. Nei. En ef þeir hefðu uppfyllt þessa fyrirvara þá hefði það haft áhrif á starfsemi Storytel í öðrum löndum. Já, einmitt. Því að það hefði gefið fordæmi fyrir... Þetta var bara Samkeppniseftirlitið sem gerði það verkum að í rauninni Storytel hætti við kaupið þegar Hólmi á komið út af þessum fyrirvörum. Einmitt. En samkvæmt nýjasta ársreikningi þá stendur hérna að framkvæmdastjóri fyrirtækisins, Egill, hafi selt sín síðustu prósent í fjölskyldu fyrirtækinu árinu 2020. Fyrir 129,5 milljón? Já, rétt, jú. Og það gefur vissulega verðmat með að við nýjasta ársreikning upp á 27,5 EBITDA. Já. 27,5 sinnum EBITDA. Já, sem að gefa okkur að verðmati hérna einhverja. Það er bara 970 miljónir, 975. Já, sem athyglisvert. Ætli, fórstu eitthvað á stúfuna með bara svona EBITDA markfaldara í þessum geira? Nei, en ég sló upp hinum. Við getum að séð að Bjartur og Veröld er með þetta á 911 miljónir. Já. Setberg bókaútgáfa sem velti 60. M-metin á 412. Þá ertu bara að taka EBITDA síðast ár, sem sagt. Síðan 27. Þú ert ekki að taka meðaltal síðustu 5 ára eða eitthvað. Hvernig dettu er það? Nei, ég segi það. Þetta er sá Óabyrgi sem talar hér. Já. Ég vil bara afsaka hann. Svo er reyndar eitt hérna leiðilegt. Edda-útgáfa er búin að vera með neikvæða EBITDA síðastliðin 2 ár. Já, þannig að... Sem er heldur dótturfélag Morgunblaðsins. Já. Þannig að þeir eru með neikvætt verðmat upp á 262 miljónir. Já, þannig að þeir borga þér 266 miljónir fyrir að taka... Take it. En nei, svona lokapunkturinn í þessu er þá að eigandi forlagsins í dag er Mál og menning bókmenntafélag og Mál og menning Heimskringla EHF. Já, við náttúrulega... Ég klikkaði á þessu. Þarna hefði ég átt að segja þetta. Já, ég afsakaði þetta. En þetta er í rauninni einhvers konar bara svona félagssamtök eða þannig, sko. En þetta er allan ekki EHF. Já, nei, ég eiginlega bara skildi ekki. Nei, og ég fann eiginlega ekki eignarhaldið og... Þetta er bara eins og einhver bókamafía rekin non-profit. Þú bara komst með svo áhugaverða punkta að ég bara glemdi þessu, sko. Já. Þarna í byrjun, þú varst bara svona að segja mér frá bransanum. Audio og... Já. En þetta allavega, ég vona bara að fólk sé að hlusta. Það er alltaf allir að hlusta á allt sem við gerum. Ég vona það. Það er bara þannig. En heyrði, þá bara kannski að lokum minnum við á pingjan.is, skrá sig á postlista, deep into pingjan og já, bara þökkum þá kærlega fyrir í dag. Er það ekki? Jú, bara í frábæra helgi. Já, frábæra miðvik, frábæra þriðjudag. Já, ég er að tala til auðmanna, þeir eru að byrja að drekka, seinbartinda. Já, nú er helgi þeirra að byrja. Hittum miðlarinn í gær, 5 gírun í Arion, sjortuðu play aðeins meira og svo eru að hlusta á Pingju í dag, svo bara, herðu, tjekka sig út, hótel fram að helgi. Bara tjá. Herðu, nei, við segjum það þá í bili, munið þið bara taka kvittun og verið sæl. Já, herðu, bara bye bye.